Komið sæl. Við ætlum að vera með smá jólaföndurstund og ég ætla að búa til svona púrtvíns dagatalskrans og svo ég líka að föndra svona útidyra, svona hefðbundin útidyrakrans. Og ég ætla að sýna ykkur hvað auðvelt að búa til jólasinnep. Ég að föndra svona hefðbundin útidyrakrans og mér finnst alltaf skemmtilegast að vera með alls konar típur á greni, þannig að maður bara sankar að sér svona einhverjum típum sem maður finnir í blómabúð. Og nú ég búin að svona gera fyrsta partinn, vefja utan allan hringinn, en svo finnst mér algjört krúsal atriði að þegar maður búin að því, þá þarf maður að finna skoðan, Sjáðu hér til hliðar og hér svona inni eru svona, þá sést í bastið og það þoli ég ekki. Þannig að þá tek ég svona litlar greinar og treð þeim svona inn á milli. Þegar þetta svona eiginlega allt horfið á bastinu, þá hann tilbúinn. Og svo mun ég bæta við svona fleiri greinum. Stundum finnst mér fallegt að hafa bara svona, bara greinar. Eða setja svona einhverja litla kaumla hér og þar. Og jafnvel var ég að pæla í að ég á svona lítil svona jóladúlluskraut, vera með svona borða og hengja kannski hér svona í miðjuna. Gæti verið sætt. En svo eitt sem ég ger líka alltaf. Það sem sagt, hér með svona púrtvínsflösku og ég ætla bara að byrja að klára svona, fylla hana. Þetta akkurat svona flaska. Þannig að maður á að fá sér 1 stauf á dag af púrtvíni. Já, það má. En þú ert alltaf að fylla aftur á þetta á aðvendunni. Já, það má líka. Já. Og þá þetta að setja svona greinar hér svona, raða í, setja flöskuna svona lekkert á og svo bara finna eitthvað jólaskraut, litla kertastjaka með. Ég var jafnvel að hugsa að hafa þetta svona 2-falt dagatal. Þannig að það svona aðventu helgar kerti með. Gott að ég hafa svona stóra köngla, það algjört must. Þetta ég búin að eiga í mörg ár, þannig að það þarf ekkert að endurnýja þetta. Svona. Þetta mjög lekkert. Svona getur maður svona litla kúlur kannski með. Þessi kannski svolítið svona. Þetta hafa svona. Þetta getur verið eitthvað. Svo held ég bara áfram að dúlla við þetta hérna. Af því að þú ætlar að búa til jólasinnep. Já, ég ætla að kenna ykkur að gera jólasinnep sem miklu einfaldara heldur en maður heldur. Hér ég með sinnepsfræ og það eru brún sinnepsfræ og það eru gul sinnepsfræ. Og þessi sinnepsfræ eru frá Gulla bróður mínum í Svíþjóð, en það hægt að kaupa þau á til dæmis Fiska í Kópavoginum. En sinnep er eitt af fáum kryddum sem evrópskt krydd, dill og fennel og svona örfáanur. En sinnep það er egypskt orð, kemur frá egypsku yfir í grísku og það til okkar. En mustard, sem að Bretar kalla þetta, það er aftur rómverskt orð. Og það er must og ardenne. Ardenne er hart og must er mauk. Hart mauk, eða sterkt mauk. Og rómverska sinnepið, það var gert með bara svona vínberjum og sinnepsfræjum. Þau voru bara svona maukuð saman, af því að í vínberjunum það er með sýru og eitthvað sætt sem að stabilisera þetta. Sýran varðveiti sinnepið, eða það er svona svo rótvarnarefni, og svo er sætt að gera. Það er á móti þessu beiska í sinnepinu, en ok. Og það er mjög einfalt að búa til sinnep, það þarf aðalega kalt vatn og sinnep og svo eitthvað súrt og eitthvað sætt. Og eftir því sem að vatnið er kaldara, það er einhvern veginn þannig með efnahvarfið, þeim er sterkara verður sinnepið, þannig að við notum klaka. Setjum hérna klaka hér í og svo er þetta að gera annars vegar bara úr gulu sinnepi sem er aðeins mildara, eða bara úr brúnu sinnepi sem er aðeins sterkara, eða blanda, sem við gerum. Svo við tökum hérna nokkrar skeiðar af þessu, já, og þetta er mjög ódýrt. Kíló af sinnepi í sinnepsfræjum, þetta er sinnepsfræ, í fiska kosti 2000 kall. Og fyrir kíló af sinnepsfræjum þá getur þú gert alveg sinnep fyrir alla fjölskylduna. Já. Svona.
slatta af fræjum, klaki og svo svo skemmtilegt með sinneb að það getur hver og einn gert sína útgáfu af því vegna þess að það hægt að setja eiginlega bara hvað sem Svo eitthvað sem sætt og til dæmis sko í ítölsku sinnebi þar eru þurrkaðir ávextir, þurrkaðar aprikósur, rúsínur og svoleiðis. Í þýsku sinnebi þar púðursykur og í amerísku sinnebi þar hvítursykur og túrmerik svo það verður svona gult og í bresku reyndar líka. Franskt sinnep, það svo hunang í því. Svo við setjum hérna vimber, þurrkaðar aprikósur. Þetta er eiginlega jóladagatalssinnep Borgarleikhússins à la Elmar. Okay. Og þá erum við hér komin með svolítið sætt og svolítið sýru og svo sinnepið og allt það. Ég reyndar aldrei nota töfrasprota en ég gerir þetta alltaf í blandanum. Þetta ekki að ganga. Svo merki af töfrasprota hér. Og svo eftir því hvað maður gerir mikið, þeim mun sko fíngerðara verður sinnepi, sem maður vill hafa það gróft og þá gerir maður ekki mjög mikið, við viljum hafa þetta svona milli. Og svo má bara leika sér, það má setja í það hnetur. Bjór eða púrtvín. Eða viski. Svolítið hnetum og já, bjór. Hér bjór sem einhver var að fá sér. Setja hann bara hér úti, svona. Færeyskur jólabjór. Og smá meiri sýru. Hér erum við ægilega fínt lime vinegar úr frönsku búðinni Hjalín. Við höfum svolítið verið að leika okkur að því í COVID-inu að fara í ferðalög. Þá löpum við til dæmis í frönsku búðina og þykjumst við í París. Svo höfum við farið á Jómfrúna, þá vorum við í Kaupmannahöfn. Þetta sko stillir það af, heldur því sterku. Ef maður myndi ekki setja neitt súrt, engan sítrónusafa, eða vínberjasafa eða neitt, þá væri það sterkt í nokkra klukkutíma og svo bara ekki neitt. Já og hlutföllin, þau eru svona bara eftir endisemi. Það þykknar aðeins þegar það fara að standa í ísskápnum, lætur að standa í svona sólarhring í krukku. Og en það er svona helmingur vökvi, helmingur eitthvað þétt. Svolítið túrmerik. Já, þetta er svolítið svona leiðilt á litin, svona núna. Það er vimberinn gera það svolítið svona brúnt. En túrmeriki gera það svo fallega gult. Svona. Og það er bara, má setja hvað sem má setja kanil, það má setja chili, papriku, hvítlauk. Og eins og ég segi, maður geymir það í ísskápnum yfir nótt og þá þykknar það aðeins. Hér er ég til dæmis með blómstrandi basil, basilplöntun okkar. Það er verið að voða upplætt að klippa það svona snyrtilega. Hafa það svona efst í krukkunni. Svo er það svo elegant sko sem maður opnar. Skemmtilegt. Þetta ekki ánægð með þetta? Mjög lekkert. Jólarósin mín